Þannig að hatha þýðir í raun og veru kennsla á einhverju vissu. Þannig að þetta nokkurs konar hugmyndafræði eitthvað. Og vinyasa-krama þýðir hvernig náum við markmiði hatha yoga. Og síðan lífeðlisfræðin þýðir hvernig túlka ég hatha yoga miðað við daginn í dag. Af því að hvernig á maður að skilja hvað í gangi því að vísindin hafa fært okkur einhvers konar þekkingu. Og ef ég nota það ekki almennilega, þá veit ég voða lítið hvað ég er með í höndunum. Þannig að hatha yoga hefur fullt af svona orðum eins og asana eða prana, chitta. Og þetta þýðir eitthvað svona hugmyndafræðilega, það er eitthvað filosófía, en nútíma lífeðlisfræði, þau eru farin að ná pínulítið af það sem hatha yoga fjallaði fyrir 1000 árum. Þannig að lífeðlisfræðin, hún getur gefið okkur svona pínulitla túlkun á þessu, hvað þau voru að tala þessi menn. Á nútímamáli. Já, á nútímamáli, nákvæmlega. Og mælanlegt líka. Þannig að fyrsta sem við skoðum, það er hugmyndin það er eitthvað sem kallast asana. Og asana þýðir stelling eða staða. Þannig að ef við förum aftur í tíman, þá var þetta stellingin inn í veidiskum tíma, innan tíma Patanjali. Þetta var bara seta. Asana þýddi bara seta. Og síðan þegar við förum að koma nær og nær okkur í tíma, af hverju, veit ekki nákvæmlega, kannski dauðleiddist þeim. Þá verða til mismunandi stellingar. Og þessar mismunandi stellingar, þær hafa einhvers konar tilgang. Og tilgangurinn er að ná þrenns konar eiginleikum. Það er alls konar svona punktar og komma, ég man aldrei hvernig þetta er. Það sem kallast staryam, það sem kallast lagu, og það sem kallast arogyam. Og þessir 3 eiginleikar, þannig að hatha er að fjalla einhver stað verður að byrja. Og þú byrjar í þessu grófasta, og það er líkaminn. Sem þýðir það að líkaminn er einhvers konar ílát og það verður að vera hæft til að geta þolað einhvers konar orku. Þannig að hatha þýðir raun og veru bara orkufræði. Orkufræði hugar og líkama.